Velkomin í Mad Men. Já. Og það er bara gott að fá nýjan viðmælanda þessa vikuna. Já, góðu vinur. Já, hann er alveg frábær einstaklingur og við erum að tala um hann Ingiberg Sigurðsson. Bakara meistara með meiru og glímukappa í þokkabót. Og tónlistar snilling. Já, hann finnst gaman að glamra svolítið. Tilvonandi snillingur. Já, yeah. Þú spilar á píanó? Já, spilar á píanó og hljómborð. Já. Trommur líka, ekki glemma þeim. Ég get spilað á trommur, ég myndi ekki, vilja fá borga fyrir það, sko. Nei. Það gengi ekki, sko. Ég myndi ekki borga fyrir það. En þú myndi segja að þú er píanóleikari en ekki alveg hægt að segja að þú sér trommuleikari. Nei. Ekki hægt að segja það, En bakarameistari ertu? Sko, náttúrulega bakarameistari, ég er ekki með meistararéttindi, en búin að vera í fæinu mjög lengi, sko. Ok. Örgli 25, 30 ár með smá hlýjum, sko. Þér hefur aldrei langað til að taka meistaran? Jú, ég aldrei tíma til það, sko. Nei. Þú veist, bara einhvern veginn hef ekki sest niður í það, sko. Nei. En ég er náttúrulega að vinna með meistara, þannig að þú veist, Já. Og við erum með fyrirtæki saman og ef við viljum fá nema eða, þú veist, fara þá leiðina, skilur. Þá getið þið það. Já, og svo er maður náttúrulega bara vanur rekstri og með einhverja smá þekkingu og veit svona hvernig maður á að... Já, ýmsa fjöruna sopið. Já, nákvæmlega, sko. Þannig að, jú, auðvitað væri gaman að geta sagt að maður sé bakara meistari með rentu. Já. Við erum nú með einu sem að alltaf þegar að sá eitthvað sem að með meistarabref og meistari. Já, mitt, nákvæmlega. Meistari. Drákaðum titli, góð titli, sko. Já. En maður getur samt ekki verið meistari í öllu, sko. Nei, já, ekki en maður sé meistari Jakob, þú veist. Svo er líka bara fínt að vera helvítismeistari, sko. Það er bara... Já, og svo... Sem eru helvítismeistarar, sko. Já, ég er náttúrulega hitt hann eðalega, sko. Þið líka það ekki? Jú, er þetta að tala um helvítiskokkin? Já. Já, hann hefur komið og spjalla við okkur. Já. Hann var alltaf hress. Ívar. Já. En aftur að þér, Já. Hvað ert þú að brasa þessa dagana? Þú ert með fyrirtæki, segirðu? Já, það eru 3,5, tæp 4 ár í ágúst, síðan að ég óði þeim verkefni að kaupa fyrirtæki og er svona búin að vera að vinna úr því bara, þennan tíma. Og hvað gerir þetta fyrirtæki? Við erum að þjónusta bakari og við erum að þjónusta eldhús og skóla. Flyturinn hvítt duft. Nei. Hveiti. Já. Hendur út úr rútuna maður. Og já, við erum svona að fóta okkur í dag, sko. Við höfum rekið verslanir, sko. Og á þeim stöðum og við svona ákveðum að vinna þær bara upp og margt á leiðinni bara svona gerðist, eins og maður segir. Já. Og við gerum uppbúðurnar og jökum velduna og settum okkur vöru inn og svo seldum við þær í sikkur lagi og það semst aðrir aðalega sem reka verslanirnar en við bökum fyrir verslanirnar áfram. Já. Og erum í dag, sko, heildsölu bakari. Ok. Þannig að við svona einbeitum okkur að því að vera bara góður í því sem við erum góður í og leggjum bara, þú veist, upp úr gæðum og góður í þjónustu, hvað það var þar. Og svo taka hinni við, sko. Já. Hvað er það sem að þið myndu segja að væri ykkar sérstæða, hvað er þið bestir í? Öllu. Nema að reka bakari, heyrðis mér. Þú meina það verslanir. Já. Ég held að maður geta allt, sko. Þetta er bara spurning sko, eiga smá líf með þessu, sko. Því þetta er strempi, sko. Já. Og vera svona tættur á mörgum stöðum, sko, þú veist. Maður mætti kannski bara, þú veist, byrja á einu, þú veist, ekki byrja á 3, sko. Nei, þetta er töff bransi, sko. Að þurfa að vera með hausinn allstaðar, sko, það er svolítið... Já, og vera physically allstaðar líka í leiðinni, sko, það er bara ekki hægt. Nei, þú veist, og það er erfitt að gera svona eitt, sko, maður þarf helst að hafa góðan partner með sig. Já. Og svona gott skipulag og einhverja reynslu, eða góða reynslu. Já. Og hvernig datt er þetta í hug? Þetta er náttúrulega algjörlega galið að fara út í þetta, þú veist. Ég er náttúrulega búin að vera að þvælast í bakari síðan 16 ára, þú veist, ég er 51 ást í dag og
Af hverju? Var það pappin sem var í... Pappi var bakari og það er kannski ekki endilega því að hann var bakari, heldur sko, leið og ég kom við deg, eða kom inn í bakari, þá leiði mér bara vel og þetta einhvern veginn fór bara í puttan á mér og hérna, ég átti auðvelt með þetta, mér finnst þetta ekki vinna, mér finnst þetta bara svona, þetta er bara svona eins og hobby sko. Bara skemmtilegt og tími leið fljótt og einhver svona Þú kannski svolítið skapandi líka, mjög skapandi, tónlistarmaður og fyrst, eða þú veist, mikill tónlistakall og kannt að spila piano og þú ert svolítið skapandi típa. Já, ég líka fann það svona þegar leið á líka, þú veist hvað ég hefði gaman að búa til, sko. Og ég er náttúrulega búin að vinna á mörgum stöðum og gera margt og til dæmis fór ég og vann á hóteli í nokkur ár og hérna Grand Hotel, Reykjavík. Það sem við kynnust. Já, góði félagar sem ég hef kynst þar. Og þar er náttúrulega kannski allt öðruvísi heldur en vera það sem þú ert að gera í dag. Þú ertu bara, ert þarna í þínu bakari og ert að bara sinna þessu stað sem þú ert á. Já. Þú ert að baka kökur og brauð og allt þetta bara fyrir hótelið og reksturinn, hótelreksturinn. Núna? Nei, á Grand Hotel já, einmitt, já, þannig að það var kannski öðru challenge núna er kannski einmitt þetta að vera með hausinn alls staðar, að vera að senda út hingað og þangað og... Já, einmitt. Haldur þetta marga þætti, sko. Já, en gastu tekið eitthvað frá hótel? Já, það sem ég ætlaði að koma að þér, sko, þú veist, maður var alveg ágætis bakari og þú veist, með ágætis reynslu og þú veist, í fægin og svona. En að koma inn á hótelið og kynnast öllu þessu fagfólki, sko, og fá að framlega semst vörur og mismunandi áttum og með mismunandi þjóðernum og mismunandi fólki. Það var einhvern veginn, þú veist, þetta ýtti manni miklu lengur, þú veist, og ég mæli með fyrir bakara bara, þú veist, að stíga inn á hótel, þú veist, þeir sem eru að læra og þeir sem eru í fæinu, sko, bara pröfa að stíga inn á hótel. Mér veist, fæi líka bakarafæi, sko, það hefur vikað svo mikið, sko, núna. Og þetta er svona hluta því, þú veist, þetta er ekki bara að læra bakstur og fara inn í bakari, sko. Þú getur verið á kaffihúsi, þú getur á hóteli, þú veist, þetta verið svo víða núna, sko. Og þetta styrkti mig mikið, sko. Þú veist, að læra inn á ykkur, sko. Það var ekkert smá erfið líka, sko. Við erum flókin típa. En hvað varstu lengi á hótelinu? Ég var tæp 9 ár, sko, 8,5 ár. Þannig að þú hefur verið alveg það lengi að þú hefur sko, komið og farið einhverju svona yfirkokkar og svona, og þú þurft að vinna með mismunandi fólki svolítið og læra á mismunandi einstaklinga. Já, algjörlega, sko. Þú byrjaði þegar Viggi var hann yfir, ekki? Jú, Vignir Höfðursson, alveg sómadrengur. Áður en hann Úlfar tók síðan við. Já, einmitt, já. Þannig ég hef búin að fá mikla reynslu með þessu fólki, ekki gleyma Óðni, sko. Óðinn, já. Hann geymist alltaf eitthvað stærinn í geymslu. Er hann geymd það? Niðri. Óðinn. Svona undercover. Undercover. Þetta er frábærir einstaklingar. En ég man að þú varst alltaf gríðarlega mikið hérna að fræða þig brauð á þeim tíma sem ég var. Fóruð á námskeið og hérna ekki veit það af. Og voru að þróa mjög mikið og gera mjög skemmtilega hluti þar og mjög góð brauðið mitt. Já, þetta er góð. Já, bláberjasúrin maður. Já, akkurat. Já, það er svona, þú veist, við náttúrulega gerum svo góð aðstöðu á hótelinu, sko. Það er bakari þar núna, þú veist, sem við sköpuðum, sko. Allir í samningu. Og hérna, margt svona, þú veist, sem kannski manni hafa ekki dottið í hug að gera áður fyrir, sko. Þú veist, eins og að vinna með kokkum, það býr til meira, sko, eins og þú veist, að fara og tína bláber og setja þau í súrin og búa til, þú veist, öðruvísi brauð og svona, já, öðruvísi vörur, sko. En Beggi, er þetta ekki algjör óþarfi að vera með bakara á svona hóteli? Er ekki bara alveg nóg að kaupa þessi frosnu brauðin og bara skjóta þau í smá ofna? Það er sko, ég las ekki handriti, sko. Það er ekki handrit hér. Ég held að það sé bara gott að það sé borð hérna á millikar. Nei, ég bara vil fá svona hvassa spurningar svona líka. Það er svona hrist upp í kallinu, sjá hvað hann segir. Þú veist, ég er náttúrulega, fyrst og fremst bara er ég hrifinn að halda bara vinnu í landinu, sko. Þú veist, það er bara nummer 1. Frosin brauð geta alveg verið ágætt til sín brúk, sko. Þú veist, þetta er ódýrt, en að hafa fagmann á gólfinu, þú veist, bakara og að gera hlutina frá grunni, þetta er, þú veist, tennt ólíkt. En er þetta ódýrt?
Sko, nú getur sagt þér að eitt brauð innkeypt, það getur verið frá 200-400 krónur, sko. Já. Og ef þú horfir bara hveitikostnað og allt þetta, það er ekki mikil kostnaður að framleiða eitt brauð. Það er kannski hráefnislega að segja það kannski ekki, en það er þessi vinnuþáttur. Já, og byggingin. Já, og ferlið, sko. Já, það hugsa maður, sko, hvað ertu lengi að hendi í 30 brauð og ert með góða aðstöðu og góða opna? Enga stund. Já, og þá ertu kannski að spara fullt af pening. Í raun og veru, sko. Ég ger þetta sjálfur, sko. Já. Ég baka brauð og Hvað lærður það? Ég lærði hjá þér náttúrulega alveg helling. En ég gerir súrdeigsbrauð á hverjum degi, sko. Já, sæll. Og það ég kannski 2 tíma og þá ég að baka, sko, brauð sem ég gerði daginn áður, fyrir daginn sama dag. Já. Og að búa til brauð fyrir morgundaginn. Þetta eru svona 2 tímar. Já. Og þetta eru kannski 30 brauð. Já, og þá hugsa ég, sko, ef ég að kaupa 30 brauð, þá ég komin upp í, þú veist, 5.000 kall. Meira, jafnvel. Meira, já. Fer eftir brauðum og kannski 12.000 kall. Já, 12.000 kall. Ég bara pluss vaskur. Strax búin að opna fyrir mína starffræðikunnindi. 30 brauð? 30 brauð, það 10, sko, við erum að tala 4, 8, þetta er svona 12-13.000 kall með vask. Og þá erum maður að tala sko 6 og 5 á tíman ef þú gerir það á 20 tíma sjálfur. Já, akkurat. En svo líka þegar maður framleiðir brauð og svona, þú veist, ef maður kannski að gera eitthvað á sama tíma með vart að bíða og svona. Já. Þú veist, þetta er ákveðið skipulag. Þú veist, þú ert bakari og þá þetta geta haldið kannski 3-5 boltum í gangi í einu, sko. Þú veist, þannig að þetta sé að borga sig, sko. Og ekki bara bakari, þú veist, ef þú ferð út að borða, út á landi eða eitthvað, þú veist, segjum þú sért með konunni á okkur hótel út á landi, þú farið út að borða kvöldi og að byrja kvöldverðin á því að fá heimabaka gott brauð með einhverju góðu smjöri með einhverju flottu salt á, það bara gerir kvöldi, sko. Þá byrjar þetta vel og þú miklu opnari fyrir öllu mat sem þú færið, því að þú ert miklu hressari, bara ekkert betra en að fá bara geggja gott brauð til að byrja kvöldmáltíðina. Mér finnst þetta að segja allt staðinn, sko, þegar þú fá gott brauð. Veist, það er bara, og það er bara opnar ómeðvitað á máltíðina, sko. Mér finnst þetta að vera algjört uppfyllingarefni, bara að vera að tróði mann eitthvað brauð til að fylla mann upp svo maður er ekki nú, þú veist, ósáttu við gamli skólinn. Steikina, nei, alveg, já, ok, þetta getur vel verið þessi gamli skólinn, en þú veist, þetta er sá hugsunaháttur líka, hann að sumir hugsa svona. Já, en ég bara, gott brauð, ég er ofta til í það heldur bara að fá eitthvað, innkeypt carpaccio eða eitthvað, þú veist, ég er oft bara hrifnar af brauðinu heldur en forréttinu með aðréttinu, sko. Já. Það er bara. Ertu að baka svolítið að pulsubrauðum? Nei. Milvan sér það. Já. Þú veist, það er ekkert að keppa við, þú veist, svona faktori, sko. En ertu mikið að þróa nýja hluti eða bara... Ekki í dag, sko, ekki mikið, en sko, þú veist, reksturinn teka maður hluti. Já. En ég er alveg með góða hluti sem að, þú veist, ég var komið með í þróun og hef verið að þróa og einhvern veginn er búin að staðla, og sel. En sko, maður verður að passa þetta líka, sko, því að leiða maður getur líka haft starffólki kringu sig og verið svona miðjan og haldi sköpunni við, það er svo mikilvægt, sko. Og það fannst mér þó að vera mikið að gera á hótelinu og svona, maður fekk svolítið svona svigrum í að gera nýja hluti og það var líka krafist þess, sko. Og þetta heldur manni svolítið lifandi, sko. Og jafnvel komið og sagt bara, heyrðu, við viljum að þú notir hérna þetta hráefni og þú veist að þetta sé sjáanlegt hérna og þá þarf maður bara að fara að hugsa bara, ok, hvað er að fara að gera við það? Já, og búa til matsela kannski 2-3-4 ári, það getur verið krefjandi og mjög gott fyrir hausinn, sko. Já, gefandi eftir á, það er svona, þetta undirbýrið mikið, það þurfa allt í að fara að hugsa. Ég man þegar fyrsta skiptið sem ég þurfti að fara að búa til einhvern matsel og ákveða frá mér hvað það ætti að vera í boði, sko. Það fannst það mjög óþægilegt, sko. Verðskjöldun, sko. Mikil svona, þá fer maður að hefast sjálfa sig og verið búin að læra nú á þessum 4 árum og þú veist, þetta er... Já. Svo finnst maður þurfa að kunna allt, sko. Það er að fara að gera eitthvað svona, sko. Já. Og svo fattar það bara kant til mikið, sko. Já. Ég er að sammála. Þetta er svona maður fyrir að pæla í hinum líka bara,
þetta maður, djúvill er þetta flott. Ég nefnilega hafði þann lúksus, sko, ég vann í veiðhúsum í 10 ár og á þeim tíma þá þurfti ég bara að gera matseðil fyrir hvern einasta dag. Því það var ekki þannig að ég var að rúlla alltaf sama matseðil sem margir gera, þú veist, fyrir hvert holl. En það voru ekki holl á í þessu veiðhúsi sem ég var í. Já. Þannig að ég vantist þessu þó að ég hafi verið ófaglæriður og allt þetta. Að þurfa að standa í þessu dag eftir dag eftir dag. Já. Og ég vil bara viku fram í tíman, þannig að þú veist, sumir voru kannski 10 daga og alls konar. Þannig að maður þurfti að venjast þessu. Já. Þetta er bara þegar það var miklu auðveldara að vera nemi heldur en að vera nýútskrifaður, sko. Mér varst þetta að þegar þú ert nemi þá hefur við þetta bakland að þú ert ábyrgðarlaus. Ég sagði alltaf þetta þýðir ekkert að tala um mig, ég er bara nemi. Þetta er geggjað maður á þessu tímabili, sko. Þetta er gott tímabili, sko. Ég hikaði ekki við það, bara, hvað er í gangi hérna? Ég veit ekki, ég er bara nemi. En svo allt í einu þegar maður er útskrifaður þá þarf maður, sko, nemi í gær og kokkur í dag, þá þarf maður að vita og kunna og skila og svona og maður oft bara búlsittaði sig í gegnum það og svo var þetta bara flott, sko. Já, fake it until you make it, sko. Já, ég held að það sé bara best. Í alvörunni, ég held að það sé bara best. En þú er svolítið í kökunum líka, ekki? Jú, ég er svona alliða bakari, sko. Er ekki venjulega konditor sem að gera kökur og er það skreytingar eða hvað? Já, bæði, sko. Mér finnst þú að vera að gera allt sem að... Já, þetta er bara einhvern veginn, eins og þú sagði, sko, maður er kannski með sterkan grunn og maður er með réttind í bakstri og svo tekur einhvern veginn jobbið mann eitthvað. Þú ferð á hótel, þú fer í mismöndi bakari og þú fer erlendis og þú fer á námskeið og svo þú ert með mikið áhuga, svo er náttúrulega netið, það er svo mikið þar. Þannig að sko, já, ég get svona vel flest heldur, sko. Já. Veist. Já. En ég er ekki konditor. Nei. Hver er munurinn á konditor og bakara? Svo hlustendur fá nú eitthvað skilning á því. Ég er svo sem engin sérfræðingur að svara þessu, sko. Ég myndi bara segja að konditor væri kökuskreitingamaður eða kökugeramaður, skilur og svona þá snýr þetta meira að desertum og kökum og þessu fína, sko. Já. Svo er eitthvað sem heitir pastry chef og þá rúlu deig og ýmislegt svona, það tengist líka, held ég, sko, þessum desert að gera þessum og ég er engin sérstakur, þú veist, ég veit ekki nákvæmlega fyrir hvað orðið stendur, sko. Nei. Get ekki svarað því bara beint yfir borðið því að einhverju fagmenn, sko, örgulega í fæinu sem að vita alveg nákvæmlega hvað orðalag er, þeir myndir alveg, hvað var hann að segja? En þú veist, já, þetta er svona basically eitt, sko. Já. Það var ofta maður í konditor, þá var maður betri í skreitingunum, betri í kökunum, desertunum og svo ertu bakari og þú veist, þá var svona, já, þú góður í brauðum, þú veist, það er svona mín upplifun, sko. Já. Þú ert að segja veisluþjónustur og líka fyrirtæki sem er með veisluþjónustu og... Já, sko, ég er svona sérbakstri fyrir eldhús. Já. Þeir kannski vilja fá eitthvað ákveði frá mér. Já. Og hvað er það sem er svona mest pantað? Þú veist, við erum bara einfalt, þú veist, baguette, þú veist, mismunandi, focaccia, þú veist, með einhverju kryddum, einhverju osti og með einhverju og einhverju svona, þú veist, þetta eru kannski brauðin. Svo eru bara desertar og þú veist, og það er yfirleitt afgreitt í flekum eða í sneiðum eða, þú veist, tertum. Þannig að þú veist, það er ótrúlega mismunandi, þetta er bara svona, það myndast svona samstarf milli kannski míns og eldhúsins og svo er ég bara með, til dæmis súrdeigsbrauð og þú veist, þetta er ótrúlega breytt, sko, þú veist. Ertu mikið með fastan seðil sem þú veist, segjum að kæmi einhver nýr inn og ætla að fara að sjá hvað þau eru upp að bjóða, ertu það bara með eitthvað fast eða ertu svolítið að vinna út frá bara því sem að er beðum? Bæði, sko. Bæði? Já. Og ég er náttúrulega að þróast, þú veist, ég er bara nýkomin inn á, þú veist, heildsölumarkaðinn, þú veist, þannig að séð og ætla svona að einbeita mér að því að, þú veist, að því ég veit ég get sinnt eldhúsum og ég get sinnt sérþekkingu líka og þú veist, menn vilja vera mismunandi, þú veist, en svo borgar sér heldur ekki að vera í öllu, sko, þú veist, út allt, sko. Þannig, veist, og svo baka maður pítubrauð fyrir krakkana, skilju, í skólanum og þú veist, og svo allt inni vilja þeir fá eitthvað öðru í sér brauð og þú veist, og það vera holt og það má ekki vera netur og skilju, þetta er alls konar bara. Ég er rosa gaman að þjónustu líka, sko, og tengslum bara og veita góða þjónustu, sko, og þetta er náttúrulega, stór partur er náttúrulega að þetta sé gott og svona, en ef það er gaman
þá bara ótrúlega þetta verður það er svolítið í fyrsta sæti sko. já. Ef þetta leiðilegt og erfitt þá það ekki þess virði sko. það sé gaman að versla við líka, já. Það er svolítið mikilvægt sko. Og gefa það tíma og allt þetta sko. Við erum öll að hlaupa mynda sko. Og ég hef oft verið eins og hótelinu ég hef oft verið svolítið lengur og ýmislegt og farið svona aðeins yfir línuna þar og jafnvel verið búin að stempla mút bara til að geta sýnt einhver ákveðin sko. Ég geri það ennþá í dag sko. Fyrst kannski að setna heim eða út af því að þess að stoppa en yfirleitt kemur eitthvað út úr því sko. Það er bara máli sko. Það er líka bara fallegt þegar maður sko, uppsker eitthvað eftir vinnuna sko. Það er svona að sjá þetta fallega bara tvæðast sko. Akkurat sko, og oftast það sem ég stíð þá verður baksturinn blómstra sko. Hvort sem það í eldhúsi eða í bakari það gerist eitthvað því að það er eitthvað stuð sko. Sumir fæðast líka bara í svona hluti og bara finna svona tilgang en ég held að þetta sé ekki sjálfsagt sko. Ég held að það sé ekkert allir sem að fara að læra bakaran og vinna sem bakari 10 ár. Ég er ekkert viss að allir séu með sama metnað og þú sko með þetta. Ég held að þetta sé ekkert sjálfgefið að vera með þennan hugsunarhátt að vilja gera betur og jafnvel fórna smá að sínum eigin tíma til þess. En það er líka það sem að svona aðskilur það þá sem að ná langt í þessu. Já, það er örgulega rétt hjá það sko. Þú veist, ég er ekkert mikill keppnismaður í bakstildamins. Ég hef ekki verið það. Nei. Og hef verið keppnismaður í íþróttum sko. Alveg svaka metnaði þar sko. En þú veist, ég er samt alltaf að keppaði sjálf mig í þessu sko. Og mér er stróslega gaman að eins og í bakstæðinu sko, eins og á hótelinu, þú veist, ég var ekki endilega sá sem var í frontinu sko. Nei. Varan var þar sko. Þú veist, það gefur mann líka veljan sko. Stráka, ég veit ekki hvort þið sáu Gísla Marteini núna fyrir páska, það var þáttur með honum og þar var að tala sko fæðurhringin að það er búið að minnka núna í dag sem sagt brauðmeti í fæðurhingnum hjá okkur sem við eigum að vera að borða. Þetta sáttu við þetta? Sko, ég var nú að koma frá Fraklandi var það í keppnisferðalagi Baguette og ég meina ég veit ekki sko við setjum náttúrulega svo mikið á brauðið okkar og við borðum svo mikið af því sko en þegar maður horfir á Frakkan bara, þú veist, líka halda bara á bagettu og þú veist og borða mikið af brauði og þeir eru allir tágrannir Ítalinn líka og Ítalinn líka sko og einhvern veginn ég svo sem ég held að þetta sé rétt ég held að brauðið sé ekki vandamáli, ég held að það séu við fólkið, það er bara ég held að sé eitthvað til í því sko það er bara, það hlýtur eiginlega að vera því að það er náttúrulega bara sama tuggan, það er allt gott í hófi sko mér sýnist það sko en brauð getur verið mismunandi sko fyrir meldinguna ég get alveg ég seti kannski ekki alveg hvaða brauð sem er glúten er ekki alltaf að hollast það fyrir mann sko neða sko hvernig það brotna niður líka sko eins og súrdeigsbrauðin þú veist eru auðmeltanlegri sko veist, og ég veit ekki nákvæmlega af hverju þú veist það er bara súrin vinnur bara vel á líkamannum þetta er það sem var náttúrulega þú veist áður en að gerbrauðin og allt sem hann þú veist tóku yfir svo er þetta komið aftur síðustu ár og það er ekkert svo langt síðan þannig sé að súrin kom svona og tók allt yfir það 15 ár já það er sannlega aðeins lengra sko þú veist Jói Fjeldildarnes kynnti nú fæði okkar helviti vel á sínum tíma og mér finnst bara allt vera súrdeigsbrauð í dag fólk kaupir bara súrdeigsbrauð í bakaríum og já hann kom svolítið með þessa línu sko þú veist og ég veit ekki alveg hvort það var með alveg hreinan súr eða hvort það var með það er að kaupa þurrsúra líka og eitthvað og sögum súrdeigsbrauð gerð með geri og þú veist þetta er gert á alla máta sko. En já, súrdeigsbrauð er mjög vinsælt í dag en hvað finnst þér þessi þurrsúr? Bara gott í sín brúk sko þú veist og ég veit ekki hann sko, ég nota hann já þau virka bara mjög vel sko þú veist þetta er bara þurrkaður súr þú veist þetta er bara tekið og þurrkað og sett í umbúður og svo þetta sett út í já ég nota hann auðvitað er einhver svona efni í þessu sem halda sig ég veit ekki nákvæmlega en ég passa mig alltaf á að vita ekki allt sko en við kunnum að nota þetta allt bakarar þú veist og ég nota bæði ger í ákveðin brauð og lítið ger og svo ákveðin súr og svo fordeig og
og svo bara hreinan súr, þú veist, þetta alls konar, þú veist. Sko nú ég nefnilega sko. Mikið búin að, ég hef oft hugsað þetta, hvort ég eigi að starta bara súr og ég bara með minn súr. Já. Svo náttúrulega alltaf þetta frí helgar, sko. Blessa, þetta súr bara, þú setur hann bara, gefur honum frí líka bara. Já, en svo ef ég þarf að nota hann á mánudeginum. Ekkert mál. Nei, þú bara setur hann í kæli. Já. Svo bara heilsar upp á hann, þú veist, deginum áður og setur í hann og setur hann bara í stofu hitta. Já, þá þarf ég að koma við á sunnudegi, eða ekki? Það er svona það sem ég er að reyna að forðast, sko. Ekkert endilega, sko. Þetta er bara spurningum tíma, sko. Þú veist, þú getur alveg gert þetta morgun, getur líka átt fordeg inn á kæli, sko. Það er hjálpa líka brauðin á stað. Ímislega, það er svo margar aðferðir, sko. Já, maður á að láta þetta vinna með að maður sefur og er frí, sko. Já. Svo líka með starfsfólkið, ekki? Jú, ég svo sem bara hef svolítið bara tekið þessi brauð, sko. Já. Það er svona. Bara að kenna ykkur mynda, það færa þetta yfir, sko. Já. En ég finnst það bara gaman. Mér finnst gott að byrja daginn minn á að gera brauð. Já. Það er eitthvað við að, þú veist. Það er eins og hugleiðsla. Nei, það er bara svo gaman að því að brauð, sko, þegar þú ert að gera brauð, þau eru þú veist, ég gerir brauð 5 sinnum í viku. Já. Ég er svo ánægð með þig. Og þau eru aldrei eins. Nei, þau eru aldrei, þú veist, þau eru aldrei súrin, skilur, liftingin er aldrei eins. Nei. Þú veist, og ég þarf að, þetta er brjálæðislega flókið, að því að ég þarf að meta þetta sko út frá súrnum og út frá hvernig mér leist á hann þegar ég nota hann og svo þarf ég að breyta tímanum bara út frá tilfinningu og auga og hausnum á mér. Hversu lengi ég ætla að hefa hann, þú veist, út frá súrnum og svona, því að þú vilt fara í sweet spotið, þú vilt freka fara aðeins undir heldur en yfir, að mín er einslega allana, að því, þú veist, þetta er bölvað vesen að maður alltaf tók mig langan tíma að svona ná smá jafnvægi á þetta og þegar þú nærðinu fullkomnu liftingu og þú horfir á brauðið flott, skerða, setur inn og horfir á að liftast og opnast fallega og svona, djöfull er það satisfying, djöfull er það gaman. Þetta er kikki, sko. Já. Í alvegni, þetta er geggjað. Ég bara, og svo maður að hnoða, þú veist, maður að kúla. Sérstaklega því ég er svo nýr í þessu þannig, búin að gera þetta kannski 5 mánuði, 6 mánuði. Okay. Og ég bara svona sé mig verða betri að, þú veist, fljótari og fara að skilja meira degið og finna meira fyrir þessu og svona. Þetta er miklu meiri vísindi en fólk heldur svona bakstur, sérstaklega þá með svona lifandi vöru. Það er nefnilega, sko, minn mestari, sko, hann sagði, sko, Beggi, þetta er lifandi deg, sko, þetta er lifandi deg, sagði alltaf, sko. Svolítið góð setning, sko. Og þú spurði, sko, mann ekki hvernig spurði, en hvernig ég fór inn í baksturinn, sko. Ég fór bara inn í bakari í 16 ára og svo fór ég að vinna með þetta þegar ég var 18 ára, svona í suma vinnu og svo bara allt í einu bara komin og fullt í þetta. Það var einhvern veginn, þessi tilfinning sem við tala sko, ég skynjaði degið, sko, stíft eða blautt eða, þú veist, hvernig það þurfti að vera og þetta var einhvern veginn í höndunum, sko. Mér heyrist hún að hafa, þú veist, þarna potential í þessu, sko. En líka þegar þú gerir þetta fyrst, þú ert allur klístraður, þú skilur ekki alveg hvernig, þú veist, bakarnir sem er að sýna þér þetta, hvernig hann getur bara komið við þetta og láta þetta frá sér á þess að þetta sé fast við hann og allt þetta. Svo bara með tímanum, þá allt í enn ert þú komin þangað líka að þú bara heldur á deginu og þetta bara er ekkert mál. Þetta er ótrúlega magnað, því það er svo stutt síðan ég upplifði þetta bara að hann var að sýna mér og ég bara náði þess ekki. Þú veist, ég var að hnoða og hann bara, nei, gerði þetta bara svona og ég horfði og svo ger ég nákvæmlega saman það bara, ég bara náði þess ekki. Ég þurfti að fara á siglu daginn og hjá vinnu okkar Geir að vesenast þar í eldhúsinu. Svo þurfti að fara að kúla pizzakúlur deg. Og það var skorið, þú veist, viktað hver kúla og svona og svo þurfti að fara að gera þetta hérna. Slásu. Heitir það? Slásu. Þetta var bara ekkert að rúllast að gera nokkuð skapalundu í höndanum á mér, sko. Nei. Það gerðist ekkert. Þú veist, maður fann að klístraður megin og ég reyndi að setja það á yfirborðið en það var ekkert að frétta. Ég sagði, ég gefst upp, ég nenni þess ekki. Gerð þú þetta, ég skal vikta upp hérna degið, sko. Já. Finna sér hlutverk, sko. Já, finna sér hlutverk. Ég gafst bara upp, sko. Ég var ekki að ná þessu. Þetta er ótrúlega frustrerandi, sko. Ég var eiginlega svolítið pirrað. Já, ég tengdi við þetta. Þetta er ekkert eðlilega pirrandi. Sérstaklega því að kokkar og bakarir, það er þetta keppnisskap, sko. Já. Og þegar hann er að sýna mér, þá erum við svo tilbúin í þetta. Ég var svo ósáttur að ná þessu ekki. Það er nefnilega, sko, þú ert með svona bakarelement, sko, og kokkur, sko, og ég veit þú ert góður kokkur.
ég held að þú sért bara kokkur. Já. Að því að ég er alveg til í að vera bara þar, sko. Ég skynja svolítið því ég vann í eldhúsinu. Það rosa munur á kokkum og bökurum að einu leiti. Okay. Hvað heldur að segja? Það eftir uppskrift? Nei. Það nú eitt, sko. En það þessi þolinmæði. Já, ok. Kokkun ekki þolinmæði. Hann vil bara dundra sá fram í gegn. En bakarinn kannski gera 4 hluti, á fullu, en þú veist... Já, blessaður. Þolinmæður búinn. Við farin. Já, þetta svona, en sko, kokkur sem hefur þolinmæði og getur bakað, hann verðmættur, sko. Já, ég þolinmóður. Ég ekki að segja að þú sett ekki verðmættur. Þú mjög verðmættur. Ég bara óþolinmóður. Ég skal bara vikta þig. Ég held að konan geta alveg samþýtt þetta, sko. Okay. Ég alveg hrikalega óþolinmóður. Ertu? Já, ég það, sko. Þú lukkar ekki óþolinmóður. Nei, ég rosa rólegur og yfirvegur og allt það. En það kemur eitthvað svona, þá bara breytist eitthvað í mér, sko. Ég man bara því ég lærði þetta. Þú veist, þá var slegið að mér að því ég gæti ekki slegið upp. Veistu hvað ég gerði? Ég hætti ekki fyrir ég gæti slegið þessu. Það var margir klukkutíma, margir dagar. Það var allt í hennu bara... Ok, það tók svona langan tíma. Ég vil þetta létt. Já. Það var ekki slegið meira, sko. Ég held að þú sért mjög góðu kennari. Það? Já, ég held að. Því að ég man, sko, þegar Kristín, kona mín, sem kokkur líka, að, sko, hún, þegar þú ert, mögulega bara nýbyrjaðir með að taka við þessum stað sem þú ert með, framleiðslu bakaríið. Já. Þá var hún stundum að koma... Reykjavík bakari. Já, Reykjavík bakari. Heitir fyrirtæki. Bara, ég glemt að segja það. Takk fyrir það, gott að minna, því að við glemum þessu alltaf. Við glemum alltaf öllu þessu og það er gott að þú skulle gera þetta fyrir það. En hún einmitt fór og var mikið hjá þér. Já. Að bara aðstofa á svona vinna hjá þér. Já. Og hún læriði alveg svakalega hratt. Hún var... Þú veist, hún kom tilbaka og var að segja manni frá, þú veist, og hún einmitt var líka að upplifa þetta að gekk illa og svo, þetta svo magnað, þú nærða að horfa á þig verða betri, sko. Já. Það held ég að sé svo gefandi, en hún var mjög fljót að læra hjá þér og talaði einmitt mikið það hvað hún lærði mikið á, þú veist, á bara allt þetta, á þessum stutta tíma sem hún var. Já, það gaman að heyra, en það líka fer eftir, þú veist, hverjum að kenna, sko. Já. Að því ef áhugin mikil, sko, að þá yfirleitt gengur þetta vel, sko. Hún náttúrulega svo mikil keppniskona. Já. Konaðinn. Já. Landsliðinu. Já. En ertu ennþá með drauminn, súkkulaði drauminn? Sko, það það sem ég klikka á. Ég ætlaði að koma með á. Þú veist, þið kom hingað. Helviti góð kaka. Veitu hvað að tala um? Súkkulaði drauminn. Já, hvernig get ég... Ég lík himnasending, sko. Já, ég það með hana. Bæði Selansend desert og svo bara í Árbæðabakari og þar... Ég bjó í Grafarholtinu. Við fjölskylda vorum mjög diggir stuðningsmenn og vorum reglulega þarna í bakaríinu, sko. Já. Nú var ég farin í Hafnarfjörðinn. Já. Það Gulli Arnar bakari. Já, geggjaður. Hann flottur. Já. Og það líka eitthvað annað bakari hann, held ég. Já, Bæjarbakari. Já. Það mikið af bakaríum í dag. Var ekki einhver umræða Brikk líka. Já, var ekki einhver umræða fyrir ekkert allt og mörgum árum að bakaríun væri að fara að deyja út? Mér minnir það. Bakarinn á horninu þá? Já, ætli það að vera það. Já. Mögulega, sko. Það verðist að vera keðjunar svona, þú veist, eins og bakarameistarinn að halda velli og þú veist, Jói Fel, það náttúrulega fór á hliðina, ekki? Jú, en hann var nú hans lengi í rekstri. Hann var lengi í rekstri, en kannski var hann að þenja svo mikið hratt út. Ég get ekki svarað því, sko. Þetta er erfitt, sko. Þetta er töff, sko. Já. Það þarf ótrúlega margt að ganga upp og líka bara lengi og það líka, held ég, erfitt að halda sér í sessi og þú veist, að vera margar staði eitthvað gerist líka í þjóðfélaginu, skilur. Hvernig ert þú búin að leika að vera svona lengi? 4 ár. Nei, ég er að tala um bara bakari. Já, í bakarínu. Bara, að vera að mæta svona snemma maður og... Ég veit ekki, ég held ég sé hálf galinn, sko. Já, ég er enda að veita það. Já, þetta er einhver fíkn, sko, þú veist, eða kannski ekki fallegt orðin, en þetta er eitthvað svona, sko... Þráhyggja? Nei, sko, þegar ég var yngri, þá var ekkert mál að mæta á nóttinni, sko. Ég kalla þetta ástríða. Já, þetta er passion. Ég held að sé meira þar. Já, og að rífast upp á nóttunum og fara að snemma og sofa, þetta er... Hver velur það? Ekki ég. Nei, þú veist, það er bara, það er eitthvað
og það líka hvað við þetta með puttana og, þú veist, og líða vel í svo tími lífur hratt og svo prófar að vera í afgjörslengu staðar eða gera eitthvað annað, þá finnur þú bara, vá, hvað fínt að vera að baka, sko. Þú veist, samt að snemma. Svo maður hugsa maður, djúvilliru bakara klikkaðar að vera að mæta bara á nóttinni og okkur blað. Það kosti líka, þú búin snemma. Já, en svo einmitt þetta, svo ég að segja, kokkar eru bara hvað, mæta 10, búinir 10, 11. Já, það líka. Það bara versti tími í rauninni, bara þú byrjar það snemma einhvern veginn að þú getur ekki klára það sem þú þarft að klára í póstinum og bla bla bla. Já. Svo ertu bara búin þegar kvöld. Já, en sem betur fyrir eru frí því líka móti. Já. En já, þú hefur allan að dag, þú veist, þú hefur daginn, þú getur kíkt og klára það sem þú þarf að klára í svona hversdagslegu lífi sem bakari. Já, þú veist, ef þú skipulega, þú veist, en ef það senda svo, þá þetta bara, það vil bara heima og svo. Sko. Það verður svona hálfgerður Mexikani, hann þarf að taka siestun á daginn, já. Bara til að halda velli, sko, og heilsu. Sko, ég enda farin að mæta henn setna núna, þú veist, og ég vann líka í dagvinnu á hótelinu. Og hvenær ert að mæta? Klukkan hvað? Ég mæti núna kannski 6-leitið, okay. og það er ekki svo slett. En síðust ár samt, þegar ég að mæta 4. Já. Þannig að þú veist, 6 hátíð í bæ, sko. Já, ég mæti 7, sko. Mér finnst það mjög næs. Búin 3, þá hef ég ennþá þennan tíma, þú veist, á milli 3 og 4 og get ég náða að fara í bankan og allt þetta og svo þurfa að skreppa úr vinnu. Já. Það er mjög þægilegt. Já. En í bankan? Hvað ertu að gera í bankan? Ég veit ekki, ég bara tek svona dóri. Það er engin þjónustalengur í þessum bönkum. Ég fatt að þetta var alveg mjög steikt. Þetta var samt þannig í gamla dag. Maður fór í bankan, sko. Gömul saga. Ég er ekki búin að fara í bankan í mörg ár. Hlusta á og afaskilu og þetta, maður fór í bankan, skilja. Þetta er í raun fáralegt, sko. Þetta er alveg rétt hjá okkur. En hvernig ertu þá með svefnin? Ertu að splitta honum upp bara 2-3 tíma hér og þar? Já, kannski ekki núna. Nú er ég að reyna að temja mig og hemja mig og að fara fyrir að sofa og ég er nú verið 51 árs og þetta er aðeins fara að segja til sín, sko. Sést ekki á þér? Nei, takk. Gríðarlega hugulur. Já. Því er nú ekki slóðast ákvæm minnir. Þannig að, sko, þú ætlaði nú að senda með bók tengda svefninu. Búnaði. Helst nokkur af því. Og ég þarf að aga mig, sko, að fara snemma, sko. En það er líka búið að vera mikið að gera. Og að reyka fyrirtæki, sko, er einhver draumur, svona, einhver svona, hvort maður geti það og þú veist, og einhvern veginn. Þetta bjóð svolítið í mér, sko. Þú veist, ég er búin að vera alveg verkstjóri og vera með pappa í þessu og vinna á hóteli og sjá mannafla og svona alls konar. En svo einhvern veginn, þú veist, kom hann COVID og það kom eitthvað tækifæri að kaupa bakari og svona. Þetta er eina sem var eftir að gera, svona sjálfur, sko. Þannig að, sko, já, þetta er man ekki alveg spurninguna þarna fyrst. Ekki heldur, sko. Nei. En nú ertu mjög almennilegur og ljúfur maður. Hvernig hvernig finnst þér að vera með svona að reka starfsfólk, mikið af starfsfólki? Það er alltaf farist vel og hendi að vera með starfsfólk, sko. Mér finnst það gaman, sko. Og ég mitt að kenna. Mér finnst það skemmtilega, sko, það sem ég kann, sko, að kenna. Og ég fór til dæmis í þetta fyrirtæki með svona það legaljósi að búa til gott starfsumhverfi. Já. Þú veist, að hafa gott fólk í kringum mig, sko. Mér finnst það mikilvægt, sko. Já, ég sammála, gríðarlega. Og þú veist, það er vandi að vera atvinnureikandi, sko. Mjög flókið, sérstaklega að vera með starfsfólk. Það hvílir mikið á þér og það skiptir máli að halda sér á réttu momentunum og allt þetta, sko. Það skiptir máli að krefjandi, sko. Fá erfiðu spurningarnar og svara fyrir þær og reyna að halda fólki góðu en samt að þú veist, að passa allt sé að gangi nú eins og á að ganga og þetta er bara gríðarlega flókið. Vera með ramma og allt þetta. Þetta var svona það sem ég átti eftir að gera allavega og nú er ég bara búin að því. Já. Og ég nánast get bara hægt núna, sko. Af því að mér finnst ég vera búin með allt í þessu fæi, eiginlega, sko. En ég hef ennþá gaman af því. Ég er svolítið þreyttur, skal viðurkenna það. Já. Og ég ætla þess að minnka vinnuna. Og ég ætla svona, ég er með gott fólk með mér núna. Og ég ég ætla að reyna að vera miðjan í mínu fyrirtæki og geta verið í sköpun og setta í hendunar á öðrum
og framleitt. Það svona, það reyna að halda þess áfram. Getur fólk hérna haft samband við sendt tölvupóst eða eitthvað eða panta veislu eða þú veist, ertu með eitthvað þjónustu líka? Sko, ég ekki búin að setja hana beint upp en ég tek náttúrulega alltaf síman og ég reyna alltaf að mæta spurningunum og viðskiptaunum sem kemur og mitt mail reykjavikbakery@gmail.com það hægt að senda mér post þangað og svo náttúrulega bara að hafa sambandi mig í síma og bakari heitir Reykjavík bakari það bara ágætt að komi fram því að þetta undercover sko. Ég fekk hérna bakkels í honum ekkert svo langt síðan og það var alveg geggjað gott það var alveg hérna fór með fyrirtæki sem ég vinn hjá og hérna við vorum að smakka þetta og það var inn í þessu voru kleinurhringi líka þeir eru miklu stærri en þessu hefðbundu kleinurhringir þetta kleinurhringir sem voru í hérna Árbæjar þetta það sem við erum alltaf búin til allt sjálf frá grunni. Gjaðir kleinurhringir. Það rosalega gott. Þeir eru sko í lagi. Já. Það má eiginlega segja það. Svo ég sé litaður sko. Þú veist, þeir eru mjög svona, sérstakir líka bara, þú veist, þú sérð alveg þetta öðru í sig en það sem vanur sko. Já. Þetta flotta vörur. Ég var allavega mjög hrifinn af þessu og bara allir í fyrirtækinu voru alveg bara slefandi yfir þessu. Þetta var svo gott. Já, gaman að heyra. Þetta það sem gert með hjartanu sko, það oft heldur gott sko. Skiptir máli sko. Það bara stór partur í þessu öllu held ég. Ég held að og senda bara þau skilaboð í vöruna skilju, þú veist það ómeðvita, ég náttúrulega svo galinn sko og að sendu bara ástriðuna hérna, þú veist, í vöruna hérna og hún skila sér bara til kuna sko. Ég svo ruglaði með þér sko, ég tenki við þetta, ég alveg sammálaður. Það eru orkur í þessu öllum bæðir og fá orkulausa mat þú finnur það strax ef þetta eitthvað sem langar ekkert að vera þarna og gera, þú veist, þú hefur engan áhuga sem hann að gera, ef þú borðar hjá einhverju sem með ástríð og svona, þú bara finnur það. Bara bæða og fyrst bara að þú horfir á diskinn þá oft finnur það og svo bara að borða það og veist að þarna hugsjón þarna metnaður og þarna ástríða sko. Það eru skemmtilegustu skiptir sem maður fyrir út að borða eða fyrir að kaupa sér eitthvað í bakari eða eitthvað tengt mat það eitt af því sem ég elska mest við mat einmitt þetta svona að upplifa þetta sko. Finna þetta sko. Sem tekið vel á móti þér og ég kannski ekki mest í því núna en ég tek alltaf á móti viðskiptavinum en þú veist, ég var með bakarinu svona, maður sá bara hvernig fólki bara, það jógst bara innkoman, þú veist, og jógst bara að fólk var að koma þegar maður fer að sjá raðir á laugardögum og sunnudögum, þú veist, þá þetta að gera eitthvað rétt, sko. Þá svolítið gaman, sko. Hvernig þetta með köku ársins? Núna ekki allir sem á baka, þurfa að gera þessa köku, það ekki? Jú, þeir sem í landssambandinu, þeir gera þessa köku. Þið fáu bara uppskriftina frá... Já, það bara keppt kökuna á hverju ári og svo bara fer þessi kaka í bakarín, þeir sem í landssambandinu, þau bara fara uppskriftina, fara aðferðina og svo bara ákveðin dagur, þú veist. Er það mæðradagurinn eða konudagurinn eða hvaða dagar þetta? Er það ekki bóndadagurinn? Það er bóndadagurinn? Nei, það er konudagurinn, rétt. Klippum þetta út. Hér allt haldið inni. Þannig að það er ruggla, þetta kemur einhvern veginn allt eitthvað svona í belgupið, þannig að bolludagurinn, bóndadagurinn og konudagurinn og valentínsdagurinn. Það kemur allt þarna í einu, sko. En með þessu köku, þannig að það er bara að fá öll bakari, öll framleiðslu bakari og svona, þau fá bara uppskriftina og gera sig að kökuna fyrir sín bakari. Við gerum það vissi ég ekki. Nei. En þú ætti að vera í landssamband til að fá aðgang á þessu. En svo eru margir með sína köku á þessum degi bara sem að þeir gera bara sína köku sitt baka, þeir sem ekki í landssambandinu þeir hafa verið að gera það. Hvernig er best að gera hann marinsbó? Bara sykur eggjahvítur og þurrkar eggjahvítur og svo bara hæra vel. En nú er oft þannig að sumir lendi í því að marinsinn sé alltaf blautur og þetta brotnar ekki svona, smellir ekki eða verður bara svona algjört tyggjó eða, þú veist. Ert þú mikið að lendi í þessu? Nei, ég er bara komið með forvitnilega spurningu sem að væri gaman að fá eitthvað svona faglegt svar við. Já, ég svo sem
passum alltaf að vera ekkert allt of faglegur sko, en maður sem ég ger allavega, þú veist, það bara þú veist, ákveðin tími, þú veist, og sem hún bakar hann og svo þarf það bara að leyfa hann að standa hans í áttunum til að þurrka hann aðeins og yfirleitt ef að gera þetta bara eftir einhverju formúlu, þá maður sem bara í lagi, sko bara þeita vel, skilur, þá þú mótar hann, sko Getur þú ofþeitt? Ég held ekki Nei Þannig að því meira sem þeitir hann er kannski betra, eða? Allavega þeiti hann alltaf meira en minna Já, Svo örugglega til einhver efnafræði því líka, sko Já, þetta þeita hann hratt Bara í botni Já, þá komum sko stærri loftbólunar í hann og meiri líkunar að felli, bara þú veitir það Já og því ég meina, þú veist, ég alltaf að læra og þú veist, og það þú veist, ég bara alltaf tilbúin að taka þú veist, að heyra eitthvað, sko, nýtt, sko bara alveg til í það, sko Þetta var allan að mér sagt að þessi svona landsliðskeppnir þá bara að byrja daginn Var kokkur sem sagði þetta? Já, það var kennarinn í MK Já, ok Gleymi aldrei, hann einmitt sagði bara þegar hann var í landsliðinu þá var það byrjað að hræra maður þá bara mættu sett hann í skáluna hann lægstu stýringu og svo bara þeyttist hann allan daginn því að þá bara eru enga líkur á hann falli því að þá bara loftbólurnar í honum eru minni og þá springa þær ekki, sko Ég hægt að setja vökva út í það eins og segjum bara sem ég fæ bara einhverja flugu í hausin núna eins og til dæmis espresso, kaffi eða eitthvað bara til að fá bragðið í maðurinn sinn væri það hægt? Það er ekki mælt með vökva Nei, ok Það er að fara í kremi þá sem mamma myndi setja og eitthvað þannig eiginlega þannig, sko Þú getur þurrkað espresso Þurrkað? Mögulega, já, það getur verið það, sko Svo eggjahvítunar Já En þetta einmitt, sko, að vinna með kokkum, það svolítið gaman, sko. Og líka að tala við það, sko. Það alltaf uppfyllir einhverju rugli. Já, og flókafullir. Já, Jesús minn maður. Hugsið ykkur að koma inn á þetta hótel og vera einn að móta kannski 6-7 manna liði. Já. Það var það bara, ertu fáviti. Þú er að synda upp strauminn, sko. Heldur betur. Það maður þarf alltaf svo eistu til þess að standa það á sér. En hérna, kláraðir þú svona þitt aggression og reiði bara í glímunu, eða? Því að nú ert þú svona einn af þeim róleri sem ég bara unni með, það var mjög þægilegt að vinna með en það var aldrei, ef maður var að skýta eitthvað á sig þá var alltaf bara, nei, þú skal bara aðeins stoppa hérna og fara yfir hvað maður var að gera og svo bara halda áfram upp og gert upp og nýtt var aldrei, mér fannst ég ekki skynja neitt svona æsing og ekki hrættu við það að gera mistök þegar ég var að vinna með þér Nei, gaman að heyra mér nefnilega, sko, líti ekki á neitt sem mistök, sko, því að ég kenni þannig að þú gerir mistök, það er eiginlega stærsta tækifæri til þess að læra það sem þú ert að gera flesti fá sjokk að skemma eitthvað nei, ekki gera það, sko nú þurfum að fara yfir þetta og þá er gott að stoppa og hvernig gerum við þetta næst þetta er svolítið mikilvægt og ég er ágættur undir pressu allavega í vinnunni og ég get alveg verið með æsing ef mér mislíkar eitthvað eða svona en mér er gott að geta haldið mér og í samskiptum yfir höfuð, sko það mikilvægt, en ég næði ekki alls staðar. Nei. Ok, ég ætla að þetta er svo hlið af þér sem ég fekk að kynast. Já, þú upplifið þetta og mitt starffólk held ég langflest upplifið þetta, en ég til dæmis átt alveg í útistöðu við mína yfirmenn og svona, en ég held að það sé bara partur af þau líka. Þú veist, þá var bara skrifstofan lokað, málið er klárað, svo höldum við bara fram. Já. En við erum ekki að smita þá út í allan salin eða eða út frá okkur eða nýðast á nemum, sko, það var ekki ég, sko mér finnst það mikilvægt að þau séu óhrætt og yfirleitt, sko ef það kom upp mistök, þú veist að þá gerast það kannski 2-3 svo er það bara búið, sko Já, það er oftar en það átt að ansvar frá lítið eigin barm Já, eða að gera sérstaklega með kennara yfir, sko gera sögum mistingu 4 sinnum eftir að búið að sína þetta 4 sinnum Já, það vantar einhverja tilfinningu eða einhverja skráningu Er það ekki? Jú, ég er sammála En ég þakka þetta, mér skaman að heyra þetta að fá þetta frá fólki sem bara vinna með Já, bara ekkert mál Hefur eitthvað verið að taka þátt í keppnum, eitthvað svo leiðis? Nei, við tókum þátt í brauði ársins fyrir einhverjum 2-3 árum og byggum til gullkornið var það með eða ekki nema heldur starfsmann hjá mér sem að tók þátt í fyrir okkar hönd, sko rosalega fallegt brauð, sko og gott og
og svona spennandi, þú veist, að því að hann er til Finnur, sá sem að var að vinna hjá mér og hann var með þessi góða hugmyndir í þetta brauð, svo bara tókum við mína öskrit og mitt brauð og við röðum svona svolítið saman og og útlitið alveg æðislegt og bragðið og bara virkilega gott brauð sko. Það er svona eina skipti sem ég keppt í bakstri sko. Já. Og svo ekki dottið í huga að fara eitthvað út í það aftur? Sko ég er búinn að keppa eitthvað neginn svo mikið í, þú veist, ég vil freka bara ef að ég væri með fólk í vinnu og það getur svona verið fyrir okkar hönd, skilju. Nei, ekkert ég endilega sjálfur, sko, ég get alveg stutt við það, sko. Ég misti ekki þurfa að keppa þarna, sko. Nei, ok. Ég var bara... Það er ekki allir með þessa þörf? Nei, ekki þarna, sko, en já, eins og ég sagði það, sko, keppnin einhvern veginn liggur í íþróttunum. Já, í glíminu. Ég hef kannski haldið svona, þú veist, ég veit ekki, kannski hefur þetta verið, sko, ég horfði alveg á keppnir í bakstri áður fyrir og mér datt aldrei í huga að keppa. Kannski horfði maður á þessa menn svolítið sem svona einhverja betri bakar en maður sjálfur, sko. Og bara ég er ekki að keppi, ég kunna svo mikið, en svo kanntu bara líka helling og kannski bara hefur átt að vera með og ef maður tekur þátt, þú veist, þú lærir alltaf að því og svo þegar maður byrja þá held ég að maður gerir það oftar, sko, þú veist, en ég hef ekki mikið, þú veist, verið að því. Ég held að þarna hafa verið bara hitt naglan á höfuð, sko, ég held að oft er fólk krætt við þetta að þau séu ekki nógu góð til þess að fara að keppa móti hinum og þessum. Já, svo líka annað, ég fór seint í baksturinn að læra, þú veist, á bókina, sko. Ég var svolítið að vinna við þetta, sko, og kannski var það líka það, ég veit það ekki. Ég heyrði viðtal við Gordon Ramsay ekki fyrir svo lengur síðan og hann var að tala um það var að spyrja hann hvort að hún finnist vera sem sagt mikilvægt að fólk færi í nám eða bara væri að vinna við þetta, þú veist, skiptaði einhverju máli og hann vildi meina það að námi væri aukaatriði. En þú veist, það sem þú lærir í gegnum reynsluna og lífið, sko, í vinnunni, að það væri svo mikils virði. Bara eins og, þú veist, bæði þú og ég höfum alveg stuð með. Ég fór líka eins og þú mjög seint í skóla. Ég ætla aldrei að fara í skólan, sko. Nei, ég ætla ekki svona að læra þetta. Nei. Ég held samt að, sko, að maður megi taka lönd aðeins út fyrir svega. Þegar ég held að námið á Íslandi sé þannig byggt að þetta eru bara 3 rannir í skólanum og svo er þetta bara verknám náttúrulega. Og þar er haldið utanum þið sko út frá bara getustíði svolítið og það er ekki, þú veist, það er ekki, ég lærði alveg fullt allavega á því námi og ég held að... Ég er ekki að setja út á námi sem slíkt, alls ekki, mér fannst það mjög gott. Ég held að námi á Íslandi ég held að þetta sé bara eins öðrís í Bandaríkjunum og svona þar sem hann er að tala hann Gordon Ramsay vinur minn, sko. Ég myndi hvetja alla sem hafa áhuga á matreiðslu og að fara í MK. Það bara... Já, en svo veit ég náttúrulega að það er alveg fullt af fólki sem hefur ekki farið í námið, er að vinna við þetta í dag og búið að vera að vinna við þetta mjög lengi og er að gera góða hluti, þú veist, þau eru kannski ekki, skulum segja, keppnishæfi eitthvað þannig, þú veist, út af því að þau hafa ekki réttindinn, segjum til dæmis að fara í kokkásins, það sem þú verður að vera, þú veist, faglæriður. Þannig að mér finnst ekkert minna og eða síður flott fólk í fæinu, sko. Alls ekki, það er alveg rétt. Þannig að þú veist, ef þú ert eins og svampur og vilt bara drekki upplýsingarna og þú veist, eins og Ívar sagði við okkur í þeim þætti, þú veist, spurningin á alltaf að vera af hverju gerir þetta, af hverju er þetta að gera þetta svona og þú veist, ef þú ert alltaf endalaust að hugsa og vilja læra þú veist, þú getur ekki að vera í skólanum allt þitt líf, þú ert bara þannig að þessar 3 rannir og punktur. En þarna þá getur þú vera endalaust að drekki, sko. Þetta sé ekki flókin balans sem, sko, góður kokkur, keppniskokkur og svona, þessi balans að því held að leður þú ert orðin of kokkuristur, þú ert orðin góður með þig, þá ertu hættur að fara að segja af hverju. Þá ertu hættur að pæla og svona. Akkurat. En ef þú ert ekki nógu kokkuristur, þá kannski þú eru aldrei að taka það skrif sem þú þarft að taka til þess að fara á næsta level, sko. Þannig að mögulega er stærsta svona verkefni svona kokks er
þetta, finna sjálfa jafnveg á sjálfum sér Já, það getur verið alveg rétt hjá þér sko, já, góðu punktur bæði að þóra að hlusta og þóra að taka ákvörðu sjálfur Þeir eru við djúpir Já, sæll Mér finnst ég alltaf ekki að tekið inn sko Já og ég að taka frá unga fólkinu líka sko, sem kemur bara að vinna hjá mér þú veist, inn á gólfi og þú veist, ég bara þú veist, hvernig gerur þetta og já, brýtur þetta svona hvernig skerður þetta þarna, þú veist, hvernig er það krossandur svona flottu, skilju, veist, ég er alveg hérna sko, ennþá þú veist, ég get alveg gert þetta og allt það, skilju, en bara þú veist, þetta fólk unga fólk í dag, þetta þú veist, það er mikill uppgangur í fæinu og góð kennsla og fólk að fara út og einhvern veginn fæi verðist vera að stækka og ég vil endilega bara, þú veist, sjá hvað þetta fólk að gera og læra af þið líka. Já. Ég get það sko ennþá og ég held að ég myndi gera það bara áhengilega ég búin í þessu sko. Já. Ég er bara alltaf til að einhvern veginn taka inn sko. Já. Hvernig varst svona nautsterkur samt? Mjólk, lýsi, sko, fiskurinn. Þú ert alveg ríkalega sterkur. Nei, ég meina í alvöru. Já. Þetta ekki grín að fara í sjómann við hann, sko. Nei. Ég náttúrulega fór í sveit. Sveitin, já. Já. Tæplega 10 ára. Ok. Og þyngdist örglinn 20 kíló bara, þú veist, á mjög skömmun tíma. Það rjóminn, ekki mjólkin. Það rjóminn og mjólkin. Og kaffitíminn, fyrir hátíðismat, eftir hátíðismat. Alltaf matur. Morgunmatur, kaffitíminn. En þú ert líka alltaf að vinna. Já. Og tókst á því allan daginn, allt sumarið og ég náttúrulega, þú veist, kom bara 16 ára eftir 4 sumur, fór bara inn í liftingastöð, þú veist, og strákarnir voru að lifta og þetta voru kraftlyftinga, þú veist, menn sem eða drengi sem ég kynntist þarna á þessum tíma og voru hrikalega sterkir. Ég gat bara labbað inn og tekið upp 160 kíló 16 ára bara því ég var í sveitinni, þú veist, engin tækni. Þetta var svolítið, já, bara gaman að tala um þetta. Já, nei, menn þú varst í glímunni svo lengi og hvað vannstu? Já, ég meina, svo náttúrulega byrjaði ég 13 ára í glímu og þú veist, og svo bara einhvern veginn tekur það við og mikil þjálfun og en grunnurinn kannski, þú veist, ég segi alltaf, sveitin, sko. Sveitin. Akkarnir og Made in sveitin. Made in sveitin, sko. Ég þátt að vera minni í PlayStation maður. Já. Meiri í sveitinni. Þetta tölvu kynslu á dæmið, þetta er ekki holt. Rólur, ég nú, ekki alveg þar. Ég er 31, Já. Ekki gleyma því, sko. Hversu oft fyrir í tölvuna? Í dag? Að leika þér? Allt og sjaldan maður. Nú er það? Já, nú ætti að vera miklu oftar. Er það ekki bara átt krakka og hund og svona? Jú, það er ekki bara hann. En þú tekið keft í glímu alveg margótt eða ekki, yfir ævina. Jú, ég kefti 18 ár. Ég var í glímu 18 ár, alveg samfleytt, sko. Og einhverju titlar? Já, ég held að ég man ekki hvað það var 13 eða 14 Íslandsmeistaratitlar held ég. 14? Sæll? Og í svona landslokaglímum og svo byggarglímum, þú veist, vann þær og já, vandi flestra verðan og svo náttúrulega æðsti velunargripin, það Grettisbelti og það elsti velunargripur held ég á landinu. Já. Og ég vann það 7 sinnum í röð og Sveitin hefur gefið maður. Já, þú veist, það þráhyggja, skilur við, að, þú veist, einhvern veginn, ég masteraði þetta bara, þú veist, ég bara fekk að kynnast þessu 13 ára og glímdi upp alla flokka einhvern veginn og svo fekk ég þetta bara heilan, sko. Þú veist, þú hættir aldrei að vera Íslandsmeistari? Nei, það er bara skráð. Já. Svo fór ég júdó 20, sko, þú veist, þannig að ég einhvern veginn spila þetta svo saman alveg, þá ætla ég bara að vera 30. Já, ekki. Og já, og það er læst mikið styrki viðbót, sko. Og æfði mikið, sko. Og hafði gaman að hvori tekja, sko. Varstu ennþá að æfa? Ekkert sem ég fór í reksturinn. Það er já, það er eitthvað sem maður þarf að setja inn aftur og ég er að fara að gera það núna. Ég er að fara að hugsa betur heilsuna því að það er aðeins búið að ganga á. Já, ef þú ættir að gefa skilaboð út til fólk sem er að fara að byrja í eigin rekstur og svona, er eitthvað sem að þú hefur lært sem þú óskaði svo að vita ára að byrja þér? Það geggja að vinna hjá öðrum.
Það svo þægilegt að stimpla sig inn og út. Það bara fínt að sinna vinnu sinni, vera í góðu starfsumhverfi, hjá góðu fólki, góðu fyrirtæki. Það bara, þá getur sinnt fjölskyldulífi og getur sinnt æfingum og getur sinnt einhvern veginn öllu. Þegar maður fyrir rekstur, það skuldbinding og það bara krefjandi og það getur leitt mann ýmsar áttur og það mjög gott að fara á bara námskeið það hvernig á að reka fyrirtæki. Og ég gerði það. Og það bara fyrsta setningin bara, ég man ekki alveg prósentuna, það var bara sagt, góðan daginn og verið velkomin á stofnun fyrirtækja og það eru 75% af fólki sem fer út í rekstur, fer á hausinn á fyrstu 5 árunum. Og bara, ég man ekki alveg töluna, en þú verður að vera tilbúin að fórna ef þú ætlar í sjálfstæðan rekstur og þó þú haldir og getur gert einhvern veginn öðruvísi og þægilega og svona, þetta skurðir sem þarf að grafa til þess að komast ekki mikil vinna, mikil elja og mikil fókus. Mikil þólum að bíða eftir að komast á þann stað sem þú helst kannski þú verður að fara á bara strax. Nei, ég nefnilega hélt það ekki. Nei. Ég tók þetta alveg ég reiknaði með svona 3 til 7 árum þá ætla ég stæði í sessi en það náttúrulega mikilvægt kannski að geta rekið fyrirtæki sitt fljótlega en ég átti alveg erfiða tíma fyrstu árin og það ýmislegt sem getum tekið mann þú veist bara eins og COVID-faraldur og stríð í heiminum og verðför upp, hveitiverð, olía, sykur þú veist, það eru launahækkanir og þú veist, ertu á réttu verðlagi þú veist, þetta það maður alltaf vera svona reddi og þú eru að vera svolítið tilbúin að verðleggja þig og standa með þér og kúnni segir, það er rosalega dýrt og þú veist, leiðu útskýri fyrir hann þú vatnar alltaf klukkan 4 fyrir hann og gerir þetta alltaf tilbúið fyrir hann klukkan 7:30 og bara þetta gengið að vísu, þú veist, þá segir hann herri, alltaf þetta er ekkert mál, ég kem aftur á morgun skilju þannig að þú voru að standa með sjálfu sér líka já, ég hafði alltaf hann að drauma að geta gert þetta sjálfur og ég veit það ekki ég hef ekki þörf fyrir að held ég gera þetta aftur, ekki þessa leið þetta er töff og maður það virkilega að hugsa sig hvort maður ætlar að gera þetta þannig að það eru kannski skilabóðin og fara á námskeið og kynna sér hlutöldin en já, þetta er áhætta alltaf áhætta var þetta á djúpt eða var þetta nei, ég held sér bara algjörlega nauðsynlegt að menn sem að hugsa að fara í eitthvað svona bara átti sig á áhættinni bara erfiðleikunum maður þetta er eins og þú segir það er þessu óbreyttu hlutir að kannski fari að ganga ógeðslega vel maður og svo bara stríði í Úkraínu og bara, já, ég kom inn aftur í smá mínus að því að bara hveitið hækkaði á mér, svo hækkaði þú smá og þá kom allir bara, hvað djöðlum verið að postaði á Facebook þetta hækkaði 13% í síðustu viku og þú veist, og yfirleitt alltaf ástæða fyrir Já, þú veist, maður ekkert bara endilega til þess að stinga í vasann, maður vil bara fyrirtæki sig í gangi, þú getur greitt starfsfólkinu, þú getur greitt leiguna, þú veist, þú ert með eitthvað koncept í gangi og þú veist, þetta þarf að ganga upp. Það er erfitt að, þú veist, launakostnaður er mjög dýr í dag, starfsfólkið og líka náttúrulega húsnæði. Þannig að, þú veist, þetta er mikill darraða dans, og að vera alert og vera á vaktinni, þetta er, þú veist, fyrstu árin þá þarftu bara að vera daglega, líka við og svo þarftu bara þú veist, þegar þú átt efnaði hafa gott fólk sem kemur í staðin fyrir þig og þú getur kannski fara aðeins að stiga út og taka það frí, skilur við þú veist, það getur liðið á löngu þannig að það gerist og þá bara þarftu að hafa úthald og ennlífi og keppniskap það skemmir ekki fyrir það stundu skemmir hann nefnilega fyrir því að það getur fyrir á mikið en ég allavega hann að þú veist með Reykjavík bakari í dag það er klárt og ég held við séum bara já, við erum tilbúin til að vaksa allavega ekki áfram og við erum með góða vöru og það er ennþá svolítið gaman
Sko, þú getur ekki nefnt svona uppáhaldsvörurnar þínar, Hánukku. Get ég? Já, ég nefnilega get nefnt uppáhaldsvörurnar mínar hjá þér, sko. Okay. Ég sko, ég er með nokkra uppáhald, sko. Þegar ég hef verið að fara í Árbæðarbakari, þá hef ég alltaf fengið með skinkuhorni. Já. Sem er svona sérstaklega svona uppblásið og svona crunchy og nice. Já. Ógeðslega gott, mæli með því. Já. Svo ef ég fer í sæta, þá fer ég í kleinurhringinn. Já. Ógeðslega góður. Ef ég myndi fá með köku, þá er það alltaf súkkulaðidraumurinn. Hvít súkkulaðidraumurinn. Já, ég með hann líka. Ógeðslega góður. Hann er reyndar búinn að vera í smá fríi, en hann er að dettin. Það er ekki langt í hann. Ógeðslega góður. Og uppáhaldsbrauðið mitt, það er hérna jalapeno cheddar. Það er geggja brauð, sko. Geðveikt. Dreftið mig ekki, sko. Veistu, ég er búinn að reyna hérna kopja það oft maður. Já. Þú setur ekki nóg mikið jalapeno og hérna safa út í brauðið. Já, það er snýst alveg sko að hérna, osturinn er ekki að ég hef verið að setja og litla bita af osti eitthvað svoleiðis, þannig að það eru ekki nóg sjáanlegir. Ég skal kenna þér þetta. Já. Þetta er mjög einfalt. Bara síðasta mínútan, þegar þú ert að vinna dagið, þá hendur þú út í. Bara rétt möndlar í saman, ekki vinna það saman og mikið, því að þá hverfur henni dagið. Það er svo geggjað þegar maður sker það upp og maður sér svona jalapeno-bitana og maður sér bráðin ost. Ostin, já. Ógeðslega næs. Annars finnst þenni svo sé verið að svindla. Já. Þó að sé ekki verið að gera. Nei, þú veist, þú borðar með augunum líka. Það er bara geggjað þegar maður sker það upp og horfir á ostin og veit hvað maður er að fara að fá, sko. Þú er svo mikið. Þetta er alltaf væri bakkur. Það er algjör nöfnarsegur. Já, ég farið svo oft maður. Já, greinilega. Ég heyri það. Já. Ég er mikið það, sko. Þú beggið sér byrja að sjá eftir að hafa selt bakarið. Vörðnar eru ennþá þarna. Það er kannski öðruvísi í þjónustu, en þetta er fólk sem að tók við af mér. Það standa sig ákvæmlega vel. En varst það þú sem að byrja að fá hérna svona eldra fólki með hérna harmoníku og gítar og svona? Sko ég byrjaði ekkert á því, sko. Bara hérna fólki er raun og veru, þú veist, þetta er þeirra bakari, Árbæinga. Já. Og þetta fólk kemur þaðan. Já, ég elska þetta, sko. Og þau bara setjast þarna inn og spura hvort þeir megi spila þess og ég sagði bara já, það er ennþá. Þú veist, það er æðislegt. Bara ekkert formlegt og ekkert reglulegt, heldur bara þau eru þarna stundum að spila. Ég hef oft labbað hann inn með dóttur minni og við þá yfirleitt setjust við inn, sko, og borðum bara inni og þá verið að spila svona gamla sjóvaravísur og... Þetta minnir mér svolítið á eitthvað síldarævintýri á Sigló eða eitthvað þannig, sko. Þetta er... Þú veist, þessi partur. Þetta er bara geggjað, þetta er ógeðslega gaman og hún dillir sér litla með og það er fullt af fólki að syngja og það er svona ógeð lífi í þessu. Já, það er gaman. Já. Þetta er bara búið að vera frábært. Takk fyrir að koma til okkar í viðtal. Já, takk fyrir að bjóða mér. Já, bara sjálfsagt. Þið eru bara geggja skemmtilegir, sko. Sömulegis. Gangi eitthvað vel með það. Já, takk. Þetta er frábært þöndag. Já, ertu múin að hlusta eitthvað? Ekki ljúga. Sko, ég hef hlusta á nokkra mínútur, en ég er búin að stilla þessu upp, sko. Það voru einhver hætti í þættinum og ég kannast þarna við einhverja og þú veist, það er svo margt einhvern veginn, þú veist, sem ég hef eftir að gera og þetta er hluti af því að setjast niður þegar maður getur farið að minnka vinnuna. Ekki bara farið í ræktina, heldur, það er að hlusta á ykkur. Já. Sko, þú átt að stefna því að eftir eitthvað ákveð mörg ár, þá ert þú bara í svona hægindastól með hérna lesgleru svona neðarlega á nefinu, hundun einhvern veginn úti, með dagblæði sem er samt liggjandi aðra því að þú ert sofandi klukkur svona 4 eftir vinnudag. Ok. Það er besti náunginn sem er nýkomin heim eftir vinnu og ætla að kíkja hans í blaði en sofnaði í sófanum, sko. Ég skil þig. Það hljómar eins og Homer Simpson. Já, Þetta er eitthvað, ég sé hann fyrir mér þegar þú segir þetta, sko. Þetta er eitthvað draumur sem ég á. Þú veist að Beggi sé Homer. Þegar ég er orðin eldri, þegar ég er svona... Þegar ég kom með barnabörn, þá er ég með þennan draum að vera hérna afinn sem að sofna í sófanum, hrjótandi einhvern veginn, þau að leika sér í kring. Þú ert að tala um að vera í engu formi, af í engu formi. Nei, ég veit ekki, ég einhvern veginn á mig bara skrýtna drauma, sko. Já, þetta er svona að vera svolítið heima við bara. Já. Á ég segja af hverju þetta stafar af? Segðu mér. Og miklu pulsa á því. Ég enda fekk mig pulsu bara í fyrra dag. Já.
Akkurat. Já, þessu nótum þá ætla ég bara að kveðja. Já, takk hérlega fyrir komuna. Já, takk fyrir okkur. Takk fyrir mig. Bless. Já.